Komið blessuð og verið velkomin með okkur í Hvíta máva. Næsti gestur nú nokkuð heimavannur, bæði hér í bragganum hjá okkur og svo hérna í Flugsafninu. En hann kemur utan úr Hrísey, býr þar. Aðalsteinn Bergdal, leikari og lífskúnstner og ég veit ekki hvað og hvað, en hann ætlar að koma og spjalla og þeir eru velkomin að vera með okkur hérna. Velkomin. Takk fyrir það. Hvernig var í Hrísey í sumar? Í Hrísey í sumar, það var nú lítið Hrísey í sumargestum minn, því ég var alltaf í Flugsafninu hérna. Nú, já. Á Akureyri. En mér datt nú samt í huga að það væri gaman að fá að spjalla við þig. Það er náttúrulega margir sem að vita hverðu þú ert, en ekki þar með sagt að menn viti í rauninni hver þú ert og hvað þú hefur gert. Nei, ég hef nú komist yfir alveg ótrúlega mikið á Stuttri ævi. Svona, hæfilegri ævi. Já, ég er náttúrulega borinn og barnfæddur Akureyringur. Fæddur hér 1949, 1. des. Og fæddur í heimahúsi í Gránufélagsgötu 33. En 3 tímum seinna borinn í annað hús. Varstu borinn út? Ég var semst borinn út, já. Ég semst var settur í fóstur. Já. Og var nú heppinn þar ég ólst upp með fóstra sem var nú svona með stærra hjarta en margur annar. Þótt hann væri nú lögregluþjónn, sko. Aðalsteinn Bergdal, nafni minn. Og við kölluðum hvorn annan aldrei annað en nafna. Já. Mamma Hulda Ásbjarnardóttir, Ásbjörns í Torfum, framan á Eyjafirði. Hún var yndisleg manneskja en svona heldur hvattvísari heldur en hann. Því að það var alltaf svona, ef maður hefði nú kannski eitthvað gert pínu skammastrikk eða eitthvað, sko, að þá tylti hann sér alltaf, kallaði í mig, sko, dró mig gjarnan út úr leiðinda svona situasjón og sagði alltaf nafni minn. Komdu vinur, svo var hann búinn að setjast í stól, klappaði svo hnésir og sagði komdu vinur, sestu, við skulum aðeins spjalla. Þannig að hann hækkaði aldrei við mig róm, alltaf mjúka leiðin hjá honum, sko, að tala fyrir mér og bara í gegnum okkar 14 ár sem við áttum saman, ég var 14 ára en dó, sko, að þá var hann búinn að kenna mér ansi margt sem ég enn að vinsa úr. Já. Og þetta hef ég reynt að nýta mér bara til dæmis gagnvart mínum börnum, ég hafi aldrei verið með neitt hávaða við þau. Nei. Ég læti. Það er eins og segir, þetta var skaplega hægur og þægilegu maður, ég man vel eftir honum, sko, hann var yfirlögregluþjónn á Akureyri. Já, þú manst nú kannski þegar hann var að koma, við vorum að gera eitthvað á Eyrinni, sko, þegar hann kannski kom, að þá var alltaf stráka mínir, ég myndi ekkert vera hér í ykkar sporum. Já, það fór alltaf mjúkur leiðina. Já, það var alltaf neitt meira en svona, sko. En Hrísey? Já, Hrísey. Sko, af hverju býrði í Hrísey? Það er ekki að gera neitt lítið úr því, Nei. Það er svona meira staut að búa í Hrísey heldur en... Nei, þetta er yndislegt, sko, Þetta byrja nú kannski á því að ég kynntist náttúrulega Hrísey býsna snemma. Ég leikstýrði þar, ég eignaðist nú mína konu þar til að mynda og ég var að trúðast á hátíðunum í Hrísey í nokkur tíma eða nokkur ár, sko. Þá ertu skralli. Þá er ég skralli, já. Við þurfum að taka smá tíma í hann á eftir. Og síðan náttúrulega kynnist ég Hrísey í gegnum það að ég gerðist kokkur, skítkokkur á sjó á 50 tonna pungi frá Hrísey, Þorsteini Vald. Og var það bara svona trébátur og... Já, það var ekta trébátur, sko, og með kóngarassi. Þetta voru svo kölluðu sænsku togararnir, togskipin, þetta voru ekki stór skip, sko, en kallaði sænsku togararnir, við veitum ekkert af hverju. Og ég man það þegar ég kom, þá var báturinn búinn að liggja í landi í halvan mánuð á, verið að dytta eitthvað á hann og mála og eitthvað svona. Og
Þannig að þeir eru búin að vera í landi í hálfa mánuð þegar við förum, ég fer í mína fyrstu veiðiferð og í eyjunni þá var hjúkrunarkona eða ljósmóðir var hún reyndar, Ingveldur, og ég fattaði allt í hennu svona rétt að vera förum að hann væri nú sniðugt að hafa með sér sjóveikitöflur því að ég vissi ekkert hvort ég er sjóveikur. Já, þú er aldrei farið á sjó? Jú, bara sem smápóli sko. Já, nei, ég minn ekki til að vera á sjó. Nei, ég fór með snæfellinu þegar ég var bara polli sem hjálpar kokkur. Já. En þarna, að þá fer ég heimsæki Ingveldi og spyr hann hvort hún ekki sjóveikitöflur handa mér. Jú, hún átti það og bauð mér upp á kaffi og svo þegar ég geng niður tröppurnar þá snýði mér við og kalla til hennar í dyrunum hérna Ingveldur, hvernig á ég að taka inn þessar sjóveikitöflur? Það er bara fínt svona klukktíma áður í sjó ykkur. Hvað sagðirðu? Já, bara svona klukktíma áður í sjó ykkur, sagði hún og hló. Ok, sagði ég. En ég tók aldrei sjóveikitöflur, við fórum beint út í brælu og það urðu allir sjóveikir borð nema ég. Já. Já, 2 skúpuðis í matnum, fór í vaskinn og eldu og borðuðu, skipsturum bara veitt í brú, vildi ekkert koma og borða, einn lag í koju. Og svona var þetta, en ég slapp alveg við þetta þó ég lenti þarna í ólgusjó. Og þetta var alveg dýrðarinnar tími sko, þrátt fyrir að ég væri nú stundum pínlítið nervus. Ég man að einu sinni lágu við Grímsey í Haugabrimi og norðaustan bara stormi og þarna lágu einhverjir 15-20 bátar á sama svæðinu, suðvestan við hérna Grímseyna. En maður sá sigluljós bara svona endrum og sinnum, maður sá enga bátar sko. Bara sigluljós svona kom upp úr öldutoppunum annars slagi. Já. Og þarna tók ég sko mína fyrstu vakt að nóttu til og fékk þær skipanir að ef ég sæi stórt brot að þá kippa aðeins. Ég sagði náttúrulega bara já, ég vissi ekki hverju ég var að játa sko. Og að að standa þarna borði í þessum litla bát og horfandi upp á öldutoppana, það var dálítið skeri sko. En þannig að þú varst ekki sjómaður út úr þessu? Nei, ekki, já, það blundar nú eitthvað gen í mér sko, þess vegna ég lítinn bát í dag sko. Þú á trillu? Ég á trillu nefnilega. Já. En hún er á landi bara? Eins og er. Já. En vonandi stendur nú til hún fái aðeins að. En er það ekki sko partur að búa í Hrísey og eiga bát? Jú. Það er náttúrulega fiskur alls þar í kring. Já. Þannig að maður þarf ekki að sigla nema bara 3-4 mínútur þá ertu farin að veiða fisk og þetta er náttúrulega bara óskaplega fín búbót að geta veitt sér í soði sko. Já. En hvað ertu búin að vera lengi í Hrísey? Hrísey, það eru komin 15 ár. 15 ár? Já. En hvernig er þetta sko, þú kemur í land, þú þarft að fara með ferju á hverjum tíma, svo þarft að passa upp á það að ná ferju áður til þess að komast heim og það er kannski síðasta ferju á einhverjum ákveðnum tíma, svona, er þetta ekki pínu svona bindandi og stressandi? Sko, stundum hef ég látið henni að pirra mig kannski aðalega vegna þess að ég ekki geta tekið þátt í einhverju svona að kvöldlagi eða þurft að fara burt þegar kannski til að komast heim. Já, til að komast heim. En hins vegar finnst mér vera sko hluti af töffinu að búa í Hrísey, það er að sigla heim með skipi og fara frá heimilinu á skipi. Það er hluti af því nefnilega, það er svolítið skemmtilegt finnst mér. Já, ég get vel ímyndað mér það. Og náttúrulega andrúmsloftið í eyjunni náttúrulega er magnað, þarna náttúrulega er maður bara 2 mínútur að gangi í kyrrðina sko. Þannig að þetta er meiri háttar að eiga heima þarna sko. Og svolítið gaman að því að útlendingarnir sem eru þarna í gamla skóla, koma þarna útlendingar víðsvegar úr heiminum og dvelja þarna mismundi lengi, 1, 2, 3 mánuði kannski, að þau nefnilega tala þessa eitthvað skrítið í loftinu þarna. Já. Svo náttúrulega með Íslendingarna sko, þegar þeir koma þá náttúrulega hlöðnu göturnar allar, að þá finnst þeim að vera stödd bara í útlöndum. Já, þetta er svona svolítið þannig. Og þetta er einhvern veginn eins og þegar maður gengur vestan frá og yfir eyjuna sem ég kalla nú af því að hún er svona hæst í miðinni pínlítið. Já. Að þegar maður gengur og er að hverfa yfir hinum megin sko, þá finnum maður hvernig eyrun á manni stækka og hljóðin verða allt í einu miklu meiri þó að sé nefnilega að þú gengur í þögnina. Í kyrrðina? Þú gengur inn í þögnina. Já. En þá heyrirðu allt í einu sko umhverfishljóð sem þú heyrir ella ekki sko. Já. Og sérstaklega hef ég veitt þessu athygli ef það er snjór og maður er að ganga á skíðum og sest niður og bara hefur smá kyrrðarstund og þá er það hljóðin í snjónum, þau eru ótrúlega. Já.
alveg ótrúlega. En sko fólk annað staðar að, kannski með einhverja tengingu í Hrísey, ég veit það ekki, fólk sækir í þetta, fólk að spyrjast fyrir hús og bústaði og þess áttar. Já, það mikil eftirspurn eftir húsum og það nú reyndar dálítið mikið gert úr því hvað, sko þetta ekki bara alltaf vera sumarhús, segir fólk sko. Já. En það nú ekki eins mikið og alvarlegt máli eins og margur heldur eða mörgum finnst, því að ég held að þetta sé ekki nema 9 eða 11 sko hús af öllu sem teljast nú þannig. Já. En það talsvert leigt út á sumrin og það eru félagasamtök sem hafa þarna ítök í nokkrum íbúðum. Já. Alli, þú ert leikari. Já, alveg eins og þú. Byrjaði snemma? Já. Byrjuðu ekki hvað, 67? Eitthvað svoleiðis, ægilega litlir maður. En þetta að vera komið 50 ár, eða hvað? Já. Það útími. Já, ég hef bara nánast ekkert gert annað síðan, 17 ára, eitthvað svoleiðis. En ég lærði reyndar rafvirki líka. Já, þú ert rafvirki. Já, ég ætlaði að vera vélsmiður, og fór að vinna á vélsmiðinu 8, gamla daga. En þá voru gömlu síðutogarinnir og þá kom í ljós að ég hafði svona ofboðslegt ofnæmi fyrir svartolíu. Já. Hljóp allur upp ef hún kom einhvers staðar á mig og þá var mágur minn, Axel Klausen, var einn af eigendum ljósgjafans, rafvirkjafyrirtækis og hann sagði þetta gengur ekkert fyrir að vera í þessum, þú verður bara að læra rafvirkja. Svo ég fór í það og var rafvirki. Já. Og hefur unnið þá eitthvað í því? Ég vann í því náttúrulega framan af með leikhúsinu. Og ég hef nú stundum verið pínlítið svona seinheppinn í gegnum mína tíð sko, eins og í rafvirkjunni að þá vann ég, eftir ég var sveinn, að þá vann ég 4 ár til að ná meistararéttindum. Já. Og svo þegar ég nefndi þetta við meistarann að þá var það ekki einhverju liðnið 3 mánuðir eitthvað svoleiðis fram yfir tímann. Að nú ætti ég að fara að næla mér í meistarabréfið og þá segir hann, Alli minn, heyrðu ég náttúrulega fattaði þetta ekkert maður. Nú komið meistaraskóli. Þú færið ekki byrja bara að segja svona sko, þú verður að færa í meistaraskólann. Já. Svo ég ákvaði að ég verð bara í leikhúsinu þannig að ég ekkert að sækjast eftir þessu meistarabréfi sko. En jú, ég hef dundað mér í þessu á og til. Þú ert sko fastráðinn í leikhúsinu mjög snemma. 73 það ekki? Jú, við erum þannig í fyrsta hópnum. Já, og þú hefur leikið náttúrulega rosalega mikið. Já. Mig minnir að ég taldi þarna einhver tíma 123 eða 7 leikrit, ég man ekki hvort heldur sko, í gegnum þessa tíð. Já. Þannig að, ég náttúrulega var 15 ár þarna fyrir sunnan, var bæði hjá Leikfélagi Reykjavíkur og upp í Þjóðleikhúsi. Og lék náttúrulega gríðarlega mikið á þeim tíma, en mikið hér áður, svo kom ég norður 91, sem gestaleikari. Valgeir Valli Skaffjörð, hann plataði mig í Tjútt og Trega og það var 91 en ég bara ekkert farin aftur sko. Þú ekkert farið aftur? Nei, ég fór ekkert aftur sko. Nei. Heimahægindi sterkur sko. Já, en þú varst, hvað sér, 15 ára Reykjavík? Já. Og var það ekki fínt líka? Jú, það var mjög gott, það var feikilega fínt en mikið að gera. Þar náttúrulega hafði maður útvarpsvinnu líka. Síðan var ég náttúrulega í hvað, ég held ég að verið 12 ár í barnatíma sjónvarpsins. Já. Byrjaði með Ásu, síðan verið allan tíma með Helgu Steff. Já. Þannig að, það var svo mikið í kringum leikhúsið, það var ekki bara leikhúsið sko. Nei. Það var fullt annað, svo náttúrulega þetta var maður að skemmta. En þú kemur norður og ílandist hér aftur, ég þarf að segja, og kemur tilbaka. Já. Og ekki, ætlaðirðu að gera það eða? Nei, þetta var allt bara einhvern veginn opið, sko. Já. Nei, ég svo sem var alveg opinn, eða sem sagt, var laus þannig fyrir sunnana. Ég var ekki á neinum samningi þá og var nú reyndar komin í þá stöð að ég var orðinn fararstjóri á Spáni fyrir Samvinnuferðir Landsins. Já. Að þá var ég pínlítið að betla kannski á vorin að fá að fara aðeins fyrr og koma aðeins seinna. Já. Þannig þetta var svona, ég hérst í hendur, þannig ég fór að vera sko alveg hálft árið úti. Já, hvar var það? Ég var nú aðalút á Mallorca, ég var örlítið á Benidorm, en mest megnis á Mallorca. Hvernig var þetta að vera fararstjóri?
Það var yndislegt í raun, sko. Það var, og Mallorca átti afar vel við mig og það var svo merkilegt að á vorin þegar ég var að koma út í flugvélinni og þegar ég sá orðið Mallorca, þá fékk ég svona tilfinninguna, ég er að koma heim. Aha. Já, og Mallorquínar eru ekkert ólíkir okkur Íslendingum, sko. Á margan hátt, sko, þó við séum nú Spánverjar og allt það. Og Mallorca náttúrulega afar falleg eyja, þarna eru kannski bestu varðveittu minjar Spánar í rauninni frá sko eldri tíð á Mallorca. Þannig að ég lærði hana náttúrulega bara eins og hvert er leikrit, sko, 1, 2 og 7. Já, já. Þannig að ég kunni orðið eyjuna alveg eins og fingrarnar á mér. En þetta var skemmtilegur tími, ofsalega skemmtilegur tími. Já, myndirðu treysta þér í þetta aftur, núna? Já, veistu, ég held ég myndi gera það alveg hiklaust, sko. Svo náttúrulega vann ég heilmikið afrek hérna á Spáni, ég söng konsert. Og það náttúrulega kom óperulærdómurinn afar vel. Ég Árni Skeving víbrafónleikari. Ég ætla að vera að segja sellófan. Á skrifstofunni. Hann kom einhvern veginn út og fór að skamma mig fyrir það að ég hef ekki bent sér á ákveðinn stað og ég spurði hvað það og hann sagði Fáler og þetta staður sem er stór og mikill og skemmtilegur og þarna flýill í miðju centrumi og skoða þetta sem þetta eitthvað fyrir okkar gesti eða ykkar gesti og ég fyrir að skoða og þá kemur ljós að þetta breskur konsertpíanisti, kona og hennar maður sem að eiga þetta. Þá hafðu þau farið venja að koma sér út af einhverju gikt í höndum hennar og þarna hefðu keypt semst þetta veitingahús sem fylgdi 28 herbergja hótel og hún vildi, þegar hún vissi svona að ég hefði lært söng og eitthvað, þá vildi hún fara að halda konsert. Og ég hélt, nei, það var ekki sniðugt, en ég hafði séð í skýrslum hjá okkur að Magnús Ingimarsson píanisti væri að koma út. Svo ég endaði með því ég segi við hann að hann hvað sniður af því að það er að koma íslensku píanisti nefnilega út. Þannig að við getum kannski tekið einhver íslensk lög og ég kom þannig nokkuð skipti og þannig var aldrei 1, 2, 3 gestir kannski og ég sagði, þetta er ekkert mál, við erum bara einir þarna, sko. En svo kemur Magnús og ég fyrir með hann á staðinn og hann náttúrulega ríkur beint í flíin og spilar og frúin sér og við tölum og allt að og það er ákveðin reyndar, ég segi Magnúsi að hún vilji endilega halda konsert sko með mér og ég hef þótt betra að hann myndi spila þá undir ekki hún sko. Þannig að ég gett ekki íslensk lög og Magnús segir, nei, við erum í fríi hérna en daginn eftir þá er nú snúist hugur og hann segir, já, við getum alveg haldið eitt konsert sko, allt í lagi. Og við gerum það svo, höldum konsert hérna á þriðjudegi og við reiknum með náttúrulega eru bara fáir en það var tróðið, það var 600 manns. Þannig okkur reist nú ekkert á þetta gekk mjög vel en þá vildi frúin endurtaka leikinn og þá segir Magnús, nei við hættum á toppnum sko. En daginn eftir var hún hafði hún snúist hugur og hann segir við endurtökum þetta bara og hún er ægilega ánægð með þetta og það ég er í langri ferð þennan dag og þeir eru að koma heim að staðnum að þá er eins og fyrraskiptið, þá voru bílar út allt og allt troðfullt, sást og köttur fyrir bílinn hjá mér, þetta var ekki lagt honum og þegar ég kem inn þá er sama stappa náttúrulega bara og konan kemur hérna ægilega glöð á móti og hérna ég segi nú klikki eitthvað í kvöld því að við hafði hlaupið svart og köttur fyrir bílinn og hún segir neini þetta er lukkumerki í Bretlandi, lukkumerki ég hafði yndislegt kvöld fyrir eitthvað svona en svo kom nú æðimaður og við byrjum að spila og syngja og svo er ég komin að lagi sem heitir Tornas Oriento og syngja 100 skipta og er aldrei að hugsa meira sjálfum texta eða nokt skapaðan hlut. Allt í hennu bara black out, svart, allt. Myndi engan texta, svo ég bullaði einhverja 2 línur, þetta er ítalska og ég hugsaði ef að Ítalir eru hér í kvöld, guð minn almáttugur hjálpi þeim að þurfa að hlusta á þetta. Svo kem ég nú inn á textan aftur og svo kemur sóló í laginu og þá sé ég að Magnús er að gefa mér eitthvað merki og halla mér yfir til hans og hvað? Kjartan Már sko spila á fiðlunum, flottur fiðluleikari, hann var Bæjarstjóri í Keflavík? Bæjarstjórinn í Keflavík, við vorum farastjórar hérna úti saman sko. Og þá segir Magnús, Kjartan að spila samanlega og ég er að spila. Ha, segi ég og ég heyrði engan mun sko, svo ég impráð þessu við Kjartan og þá allt, heyrðu þá var hann að spila sko sóló í Solo Mio. Þetta gekk saman að Tornas Oriento og Solo Mio sóló. Já. Þetta var magna, kötturinn kominn sko. Það var kötturinn kominn, hjátrúin. Það er að við erum að tala um svo margt og tími líður svo óskaplega. En má ég sýna þér gestur að við erum að tala um þetta. Að konan, hún færði mér, sagði, rétti mér þetta svona þess að nokkur sægi, þessa litlu gjöf.
eftir seinni konsertinn og sagði þetta með kaffinu. Þetta gullskeið. Já, hún þung. Já, hún þung, já. Þetta gullskeið, þetta skeið sem notuð sem sagt við krýningar á höfðingjum, kóngum eða þvíumlíku. Já. Það sem sagt olía sem geymd í einhverjum dalli sem líkist fálka, gullfálka. Og þetta smurt sem sagt á höfuð, brjóst og í hendi á viðkomandi. Já. Hvort það kóngur eða, þetta semst við, já, akkurat, þetta við krýningu, sko. Já. Og mér þótti þetta merkilegt að hún skyldi færa mér þessa gjöf. Að vísu, ég opnaði þetta ekki lengi vel, fyrir að dóttir mín kom í heimsókn og ætlaði að dvelja hjá mér eitthvað og sá inn pakkað litla gjöf og... Þetta fallegt. Þetta fallegt, maður, já. Útskorið alveg frá aðtölu. Dóttir þín, það mikið barnalán í kringu þig? Já, ég á 5 börn. Þú átt 5 börn? Svo blóðbörn. Já. Svo á ég stjúpbörn líka. Já. Og ég verið afskaplega heppinn með þau öll. Og hvað þetta þá mörg börn? Þetta skal ég segja þér 8, nei, nú er ég að Nei, ekki sleppa neinum. Nei, þetta eru 9 börn. 10 börn. 10 börn í kringu þig? Já, 10 börn í kringu mig, sko. En þetta allt saman, þetta ekki allt börn sem í Reykjavík og Reykjavíksvæðinu? Jú, það eru öll í Reykjavík. Koma það til þín í heimsókn í Hrísey? Já, það gerir það og ég náttúrulega suður yfir heiðar, sko. Og verstu mikið í sambandi við þau? Já, við höfum gott samband, en ég mætti kannski meira að fara á milli. Já. Mér líður bara vel í eyjunni, sko. Já. Alli, ég ætlaði kannski að minnast aðeins á það, en það má kannski segja frá því. Þú lentir í mjög slæmu bílslysi í Reykjavík, það var keyrt á þig þar. Já. Og þú búinn að eiga í þessu engi. Já, og ánáttúrulega í þessu alla ævi, í raun, sko. Já. Auðvitað glími ég við ýmis einkenni sem að náttúrulega hverfa aldrei, en maður getur vanist ýmsu og lifa með hlutum. Já. Og ég náttúrulega verið hjá sjúkraþjálfara það sem eftir svona til að leiðrétta á mér stefnun alltaf. En já, þetta var alveg þokkalegt krass. Já. Þú ert ekkert að leika í dag? Nei. Af hverju? Nei, ég er ekkert að... Við erum bara orðnir og gamlir. Vilja þær ekki gömlu leikarna? Nei, við erum orðnir og gamlir, sko. Þetta, kannski á dýri líka, ég veit. Nei. Það er nú ekki háleikarlaunin. Nei, þetta ég er nú líka bara, já, við leikum nú, gestur minn, ekki gleyma, ekki í dag náttúrulega, en í fyrragerð, sko. Fyrragerð, þá leikum við nú saman ég var einu sinni frægur, sko. Já. En ég er að leikstýra pínulítið og... Myndið þið langa til að leika meira? Já, kannski, þú veist, eitt og eitt hlutverk eitthvað svoleiðis. Já, það er alltaf gaman að leika. Já. Og ég ætla reyndar að taka þátt í jólaskemmtun á Dalvík með leikfélagi Dalvíkur og verð þar kynnir eða eitthvað þvílegt, sko. En, nota bene, Skralli lifir. Skralli lifir, já. Hvað er Skrallarinn gamall? 41. Já, er það ekki? Jú, hann var 41 árs núna 4. ágúst síðastliðinn. Já, ég ætlaði sko ekki gestur minn eftir þetta fyrsta skipti sem ég fór nú fram á Hrafnagil og fyrstu bindindishátíðina. Þá ákvað ég það nú eftir að vera búinn að djöflast út á túni með 113 krökkum eða hvað það nú var, að þetta ætlaði ég aldrei að gera aftur. Ég skyldi klára á morgundaginn og ekki söguna meir. Já, maður svona erfitt. Já, ég meina það var gert allt við mann sem að, sko, hægt var til að gera mann eitthvað til miska, sko. Þetta eins og börnin sem tók í skeggi á jólasveininum? Nákvæmlega. Það var tókað og klippið og hent inn á mann heyi og drullu og drastli. Það var skelfing, sko. Já, en þú hefur ennst í þessu? Já, þetta er gríðarlega gefandi. Skralli hefur verið kannski að smá breytast í gegnum tíðina. Ég hef mikið kannski verið í gegnum tíðina á leikskólum til að mynda og hann hefur svona meira kannski færst yfir í það að reyna að hafa, sko, í staðinn fyrir að vera vitlaus í trúðurinn og láta öllum illu látum, sko, auðvitað eitthvað með, en að reyna að hafa góð áhrif. Svona bætandi áhrif á umhverfið og krakkana og
maður kannski alltaf í foreldrahlutverkinu, ég veit það ekki, svona leiðbeina og þvíumlíkt. Nú í seinni tíð þá hefur hann verið voðalega vinsæll inn í kirkjum og það kannski bara hlutin af því að maður hefur verið að breyta smán saman ósjálfrátt aðeins að endilega. Ertu að predikaði fólki? Nei, hann gerir það nú ekki mikið sko, en Skralli tók flugpróf? Heyrðu, Skralli tók flugpróf, drengur, það er nú eitthvað, einhver saga til næsta bæjar. Já, ég á hérna skírteini þess. Heyrðu, já, þú ert með skírteini. Atvinnu trúða flugmannsskírteini númer 1 er það ekki, stendur það ekki? Jú. Já, en umsögnin sko er nú svona og svona sko, það er ekki Arngrímur sem samdi það. Jú. Skralli trúður hefur lokið flugnámi með miklum fögnuði og gleði, en svo kom rúsina sko, en ekki öðrum sýnilegum árangri. Já, þetta er bara mjög fínt sko, en skírteini á því sko. Sérðu fyrir þér að þú verður áfram bara í Kísi? Einhvern veginn finnst mér það, já, mér líður vel þarna og já, einhvern veginn, það er svo stutt líka í allt, þú veist, ég vil þó að maður sko svona hálfvegis bölvi ferjun á og til sko, að já, þetta er eins og ég segi nú við margan sko, fyrst ég fann Paradís þá held ég bara í henni sko. Já, er það ekki langbest? Jó, ég held það. Að ég taka mynd af þér? Já, það vonandi að verði ekki einhver ómynd sko. Jú, þú kemur ágætlega út. Nú? Já, þetta er drokkalegt. Takk fyrir vel. Takk fyrir vel. Takk fyrir vel.